Stíið upp, dömur, og heyrið tískutaktinn, styrkið ykkur frá toppi til táar, stíll ykkar segir mikið, röddin ykkar svo djörf, með tísku sem brynju heimurinn ykkar. Tíska hefur alltaf verið óaðskiljanlegur hluti af lífi kvenna, mótað sjálfsmynd þeirra og tjáð persónuleika þeirra. Kventíska snýst ekki bara nýjustu strauma eða að fylgja fjöldanum, hún snýst að skilgreina stíl þeirra, láta til sín taka og skapa áhrif. Í gegnum árin hefur kventíska þróast og umbreyst sem endurspeglar breyttar samfélagsreglur, gildi og viðhorf. Frá kórsettum til stuttra bóla, frá hijabs til mínibilsa, hefur tískufatnaður verið verkfæri fyrir konur til að staðfesta sjálfræði sitt og brjótast út úr takmörkunum kynjaviðmiða og væntinga. Í þessu myndbandi varpum við fram fjölþætt hlutverk kventísku, frá persónulegri tjáningu til samfélagslegra breytinga og hvernig hún hefur veitt konum vald til að skora á stöðuna og ryðja brautina fyrir opnari og réttlátara samfélag. Tíska er eins konar sjálfstjáning og fyrir konur er hún leið til að sýna fram á sköpunargáfu sína og einstaklingshyggju. Fötin, fylgihlutirnir og förðunin sem þær klæðast endurspegla skap þeirra, persónuleika og stíl. Tíska kvenna hefur alltaf verið fjölbreytt og gerir konum kleift að gera tilraunir með mismunandi stíl, blanda saman og para saman og skapa sína einstöku tísku yfirlýsingu. Tíska snýst þó ekki bara ytra útlit, hún er einnig speglun á innra sjálfinu. Leiðin sem konur klæða sig og kynna sig getur aukið sjálfstraust þeirra, aukið sjálfsálit þeirra og skapað jákvæða líkamsímynd. Tíska er öflugt tæki sem getur hjálpað konum að líða vel með sjálfar sig, óháð líkamslögun, stærð eða húðlit. Tíska hefur einnig gegnt lykilhlutverki í að ögra kynjavenjum og staðalímyndum og stuðlað samfélagslegum breytingum. Tíska kvenna hefur verið tæki til að brjóta niður hindranir og stuðlað aðgengi og fjölbreytileika. Í gegnum árin hefur tískufatnaður kvenna orðið aðgengilegri, þar sem hönnuðir og vörumerki skapa föt fyrir konur af öllum stærðum og gerðum og af öllum uppruna. Frá hreyfingunni jákvæða líkamsbeitingu til hijabtísku iðnaðarins hefur tískuiðnaðurinn gefið konum vettvang til að sýna fram á fjölbreytileika sinn og skora á þröngu fegurðarstaðlana sem fjölmiðlar og samfélag hafa viðhaldið. Þar að auki hefur tískuiðnaðurinn verið miðill fyrir aðgerðasinni, þar sem konur nota föt sín og fylgihluti til að tjá sig félagsleg og stjórnmálaleg málefni. Tískuiðnaðurinn hefur verið öflugt tæki fyrir konur til að láta skoðanir sínar í ljós og koma stjórnmálalegum og félagslegum sjónarmiðum sínum á framfæri.